Prísíksson komið í gang og ég meina nokkra vikur í mót. Hvernig finnst þér nærumhverfið verið að koma saman? Þessi tilbúð? Ég ánægður með andan. Það er bara góður andi í þessu og vilji, en við erum alveg töluverða vinnu fyrir höndum, eins og held ég flestir. Þannig að ég er ekkert sérstaklega ánægður með spilamennskuna sko. Einhver haustbragur á þessum leik sem við vorum að horfa á. Er það ekki eðlilegt á þessum tíma? Jú, algjörlega. Þannig að það er, þetta var svona bara ryðgað svona á svolítið löngum stundum. Það var bara að segja það fyrir. Jú, það er bara eðlilegt, en vonandi getum við komið hérna inn á föstudaginn og tekið skref fram á við og aftur á sunnudaginn og svo framvegis. Þetta er bara vinna sem er fyrir höndum hjá öllu liðum og bara gott að fá leiki og frábært að sjá allan þennan fjölda af fólki mætt hérna í æfingamót, en líka bara styrkja frábært málefni. Það er bara gríðarlega ánægjulegt. Mikla breytingar hjá Njarðvík núna þetta sumarið. Ég meina þú kemur inn sem þjálfari og er að taka 3 erlenda leikmenn. Hvernig eru þeir að koma út til dæmis? Já, þeir eru náttúrulega búin að vera í tæpar 2 vikur með okkur og margt jákvætt, en eiga eftir að læra inn á íslenska körfubolta sumir, Króatinn er að koma beint út úr skóla og fyrsta atvinnumannastarfi og Gerald eftir að komast í betra stand alveg klálega, en eðal drengi sem ég bara bjassið á eins og staðan í dag, engin spurning. Brattur fyrir móti? Já, ég meina svo sem förum inn í þetta brattir og erum búin að vera æfa bara nokkuð vel og teljum okkur með fínan hóp, en við veitum líka sem að þetta verður mjög sterk deild í ár og mögulega jafnara mót heldur en mörg undanfarin ár. Svona segir maður svona fyrirfram, það er erfitt að gera sig grein fyrir hvaða lið eiga að vera eitthvað endilega topplið umfram önnur. Ég meina menn tala hérna 5-falda meistara eitthvað fyrir niðan top 4 sem er mjög sérstök staða, en það er bara gaman að sjá núna næstu svona 2 vikur þegar liðin er að peka upp í æfingarleiki og sjá hver staðan er, en við gerum ráð fyrir bara hörku móti en ætlum okkur að sjálfsögðu góða hluti í vetur. Fyrir því persónulega, hvernig er að koma heim aftur í Njarðvík eftir nokkur ár í Þorlákshöfn? Já, bara eftir mín dramatíkina, það er yndislegt, það er bara frábært. Mér leið ofboðslega vel í Þorlákshöfn og sakna þeirra góðu vinna sem ég var að vinna með þar en á sama tíma er ég að vinna hérna með frábæri fólki í stjórn félagsins, frábærum leikmönnum sem náttúrulega ég hef unnið með öllum nema 2 þeirra áður. Bara gaman að endurnýja þau kynni og í praktíkinni, 80 km á æfingu eða 100 metra, það er svolítið basic. Þannig að ég er bara mjög spenntur og fullur tilhlökkunar og bara virkilega gott að vera komin heim.